Velkomin á Frelsi TV. Ég var aðeins að tékka á miðum við innganginn. Það er náttúrulega af þessu dótari. Ekki rífur þetta sig sjálft með það. En já, það er ekki að gera að vera Axel. Það er alveg hellingur í gangi. Og nýtt, það er svo gaman að læra. Ég var að aðeins að taka til í vefjónunum hjá mér. Þannig ég er aðeins að skipta tækni í því. Og allt er góð leið með það. Það gengur bara mjög vel. Og ég hef nú ekki haft bara mikinn tíma í þetta starf. Býð náttúrulega spenntur eftir tilboði til þess að geta sinnt þessu 100%. Og maður veit aldrei fyrir einn daginn og þá kemur tilboðin í gluggann. Viltu vera heimsfræg sjónvarpsstjarna á CNN? Eða eitthvað svoleiðis. Heyrðu, hvernig er hljóðið? Þið heyra allir vel og er lýsingin í lagi og svona? Allir káttir. Ég veit ekki alveg hvar við eigum að byrja. Ég er náttúrulega svolítið langt síðan að ég lét sjá mig síðast hérna upp á dekk. Þannig að það er svo miklu að taka. Byrja á fake news. Fíaskóinu. Fake news. Já, hljóðið fínt, það er flott. Og þá ætla ég að fara Pól. Nei, ég man ekki. Fake news Pól. Þarna, sko, Ron Paul, já, Ron Paul. Það er sko það var einhver óánægja hjá fjölmiðlunum eftir kosningarnar í Bandaríkjunum að gamla lygamaskínan þeirra var eitthvað hyggst á þá í áætlunarverk sitt að ljúga sína kettlingu inn á þing, nei, í forsetann, sem nú sama rugli, skiptir ekki hvað það er. Og þeir voru ekki lengi að finna sökudólg, eins og þið munið eftir 9/11, það tók ekki nema 15 sekúndar að finna sökudólgina því. En núna þegar þau töpuðu kosningunum, þetta marxíska menningar kjaftaði er bara að fá á kjaftin sem er bara gott, sko. Og muni það var ein marxista kelling þegar verið að tala við Brynjar Nílsson. Og hún var alltaf að segja, sko, já, við erum lýðræðisflokkur með fléttulista og Brynjar það er ekki lýðræði, það er skipaður listi, það er ekki lýðræði. Já, nei, það er ekkert svona, sko, ekki vera svona einhverja útúrsnúninga fyrir því sem ég er að segja, sko. Þú verður að hafa annarkvort, sko. Annarkvort ert að fara upp í liftinu eða niður í liftinu, sko. Já, nei, það er ekkert svoleið, sko. Við erum lýðræðislegur flokkur með fléttulista. Það er svo flott. Og Brynjar bara sagði alltaf, nei, þetta er allt tómt rugl. Og svo eru þessar, sko, marxísku kellingar, orðnar svo heilastektar, að
Og það eru dæmi þess að þegar svona karlmenn eins og Brynjar Níelsson segir við eitthvað svona marxíska kellingu bara: "Nei, þú ert bara að fara með fleipur. Þú getur ekkert komið hérna bara, þú kemur inn í lyftuna og ég spyr þig: Ertu að fara upp eða niður?" Og þú segir: "Já, ég er að fara upp og niður." "Já, hvort ertu?" Ég ætla að Já, ég er að fara upp eða niður. "Nei, þú getur ekki farið bæði, þú ert að velja." "Nei, nei, það er hægt að vera bæði, sko." Að þessar kellingar, það birti hérna viðtal, Stefán Miljó tók viðtal við prófessor í Bandaríkjunum þar sem að mætti svona marxista kelling í tímann hjá honum og hann sagði bara: "Heyrðu, veistu að það þýðir ekkert að vera með eitthvað svona marxista frasa, þú færð enga einkunn fyrir það hjá mér." Svo bara hvarf hún og skömmu seinna, eða 2 mánuðum seinna kom einhver og sagði: "Já, heyrðu, ég ætla bara að láta þig vita að þú varst sýknaður á nauðgunarákærunni." Það bara: "Nauðgunarákæru, hvað meinarðu?" "Já, þessi kona, hún kærði þig fyrir nauðgun." Að þessi marxista kelling þarna á Stöð 2 sko, að í þessu þema þá hefði hún væntanlega kært Brynjar fyrir nauðgun, sko. Að þú veist, þetta er alveg veruleikafirrt fólk, sko, og það þarf að passa sig svolítið á því, þetta er svo steikt lið. En ég ætla að pröfa að séra núna þennan frábæra skjá hérna. Og hérna, ef að ég dett út þá vita að ég kem inn bara aftur, ég þarf það einhvern veginn að tilleika aftur, en pröfum að séra hérna. Vona að Google sé eitthvað búinn að laga það fyrir mig hérna. Nú við. Þeir sem sagt, það var þessi steikta prófessor Kelling sem að lýsti því yfir, marxista feminismi er sama marxismi, það er sem sagt raunveruleika rof, þú ert ekkert í tengslu við raunveruleika lengur. Og hérna, hún bjó til lista sko, það sem var fullt af frábærum vefsíðum á, sem að eru að svona reyna að nálgast raunveruleikann með það sem þeir eru að segja frá. Og hún bjó til einhvern lista og svo var náttúrulega reynda bjóðum til, sett hún á listan fullt af liði sem er algjörlega steikt sko, eins og 21st Century og fleiri sem eru bara ekkert marktakandi á. Og þið sjáum náttúrulega það er mjög vel marktakandi á Frelsi TV því að hann lenti ekki á þeim lista. Við getum séð hana lista hérna náttúrulega. Að já, Zero Heads, hann var settur einmitt á þennan lista líka. Já, þetta er svo sem hann gerði. Fake news listan, sko. Þetta eru fjarlægt listan, en hérna. Allavega, þá gerði Ron Paul, eða hans fólk, gerði í framhaldi lista yfir falskar fréttir hjá fjölmiðlunum. ABC News, Bloomberg, CBS, CNBC, CNN, Daily Beast, Huffington Post og allt hérna samkvæmt lekum frá Wikileaks. Og Politico og þið vitið það eru bara 6 það eru alltaf færri og færri sem eiga all þessi útibú hérna sko. Og þeir keyra áróður og þeir keyra bara lygar daginn út og daginn inn sko. Þegar þú ætlar að vera svona áróðusmeistar og lyga hundur þá þarftu að hafa eitthvað sannleika með, örlítið sannleika til þess að fólk kaupi vitleysun í þér. En við munum bara Íraksstríðið og Líbíustríðið og Afganistanstríðið sem er meira að segja ennþá í gangi. Þetta er allt saman keyrt á fölskum fréttum fjölmiðlanna. Og á Íslandi eru það Screw You og Fimmmiðlar og flestir af þessum nýju líka, eins og Stundin og þetta er allt saman musterisreglu fjölmiðlar. Ég man nú ekki til fleirum. Útvarp Saga er að hluta til musteris útvarp líka sko. En hérna það virðast nú vera samt taumar í útvarpi Sögu sko, þeir eru mjög opnir bara fyrir því allir fá að hringja og tjá sig sko.
og reyndar hvæst svolítið á þá ef að þess að fólk er ekki svona alveg inn í sögu línunni. En þetta er í raun mótsvar við fjölmiðlum eða svona fyrirbærum eins og Frelsi TV. Og við vitum það að ef að Frelsi TV hefði ekki notið við, þá væri ekki þessi vakning á Íslandi sem er. Menn eru að sjá betur og betur að valdstjórnin er skipulögð glæpastarfsemi í tengslum við erlend glæpasamtök. Þá eru flestir menn sem að eru svona ekki alltaf íta á lyftutakkan og reyna að fara upp og niður á sama tíma, sko. Það fólk lendir náttúrulega alltaf í einhverjum vonbrigðum með lífinu, sko. Og þegar einhver bara rökræðir við svona fólk eða sýnir fram á heimsku þeirra, þá bara er það orðin bara hatursumræða, bara hatursumræða, sko. Og lögguhaugarnir eru bara komnir á kaf í það að eltast við eitthvað fyrirbæri sem heitir hatursumræða. Og þá komum við kannski svona að næsta máli. Setji tímastampinn á þetta núna fyrir mig, eða er það að vinna í því fyrir mig? Að ég hlustaði á formann manna lögguhauga á Morgunútvarpinu. Og hann var að væla eins og að venju, hann mætir alltaf reglulega í Morgunútvarpið og vælir bara, það er bara engi peningar, þetta er allt sem að rekið bara í einhverjum hættu ástandi, sko, við þurfum að fá meiri peninga, sko, og miklu meiri fjárveitingar og það eru verkefni innan lögreglunar og tæki og bara svona og bara svona drullumall, sko, sem kemur út úr þeim manni. Og það er náttúrulega engin lögguhaugur lengur að vinna nein lögreglustörf. Það er svona eitthvað, já, hvað er hatur og hvað er ekki hatur? Það er spurningin. Er þetta hatur eða hitt hatur? Eða það hatur, er það hatur? Eða hvað er hatur? Og þetta er bara lögreglan að vinna við allan tíman. Og eitthvað svona fleira rugl í þessum dúr, af því að Ísland er í raun lögregluríki, eða einræðis ólagarka lögregluríki. Og þegar þú ert með lögregluríki, þá hættir lögreglan að sinna hagsmunum borgaranna. Sko, ríkið og valdstjórnin og þingið og allt þetta rugl er búið að segja sig úr lögum við Íslendinga. Og það er bara, Íslendingar er ekkert að ná skilaboðunum, sko. Þetta er bara, þú veist, eins og þetta var hjónaband. Hjónaband er náttúrulega samningur, eins og íslenska þjóðin taldi sig vera með samning við þessa besservissara. Að sko, þetta er svona fyrir Íslendinga, þá er þetta bara svona eins og hjónaband, þess að kettlingin er bara að væla og mótmæla út í garði, sko, mótmæla kallinum, hvað hann er ömurlegur og að því að, þú veist, það er allt ómögulegt, sko, og svo er kallinn bara komið með 3 aðrar konur og farin í annað herbyggi, sko, og hann vill bara ekki tala við þessi kettlinga sem alltaf mótmæla eitthvað út í garði og alltaf eitthvað nöldur og gera kröfur á hann, sko, hann bara úti fíblið þitt og setur svona girðingar, sko, álgirðingar, þannig að hún komist ekkert nálægt honum, sko, og hún nær aldrei skilaboðum, sko. Hún bara heldur alltaf að væla, heldur áfram að mótmæla og bara, hvað ertu til mín og ertu minn og minn, þú ert maðurinn minn og veist bara, og er bara í þessu tuð ástandi daginn út og daginn inn, sko. Og sama er ástandið á íslensku gólemunum eða líðnum eða hvað vill kalla þennan fávita her.
hersingu, þessa fávita hersingu sem veður allan Austurvöllinn og eyðileggur grasið, sko. Og sér ekki einu sinni, já, og veist, það hefur enginn hugsað þessa hugsun nema Axel Pétur Axelsson. Já, af hverju er kóróna þarna á húsinu? Hvað er það? Veist, bara enginn. Það er bara enginn pælt í þessu. Bara enginn. Og þetta er bara mótmæli eitthvað. Mi. Sko, íslenska ríkið, íslensku glæpasamtökin sem að kalla sig valdstjórnin, sem er allt þetta ríkisapparat, sem er reyndar allt saman private public fyrirtæki, hefur ekkert með þjóðina að gera kosningar en slíkt. Það er bara kjaft, það er bara leiksýning, sko. Og hérna eru þau bara fannir að gefa börn hægri og vinstri, veist, bara já, bara heyrðu þið þennan strák hérna 5 ára gamlan, já, við höfum ekkert að gera við hann, sko. Og bara, og svo er verið að benda þeim á það, heyrðu, það stendur hérna í stjórnarskránni að það er óheimilt að framselja íslenska ríkisborgara til annars ríkis. Noregur er annar ríki, þú veist það. Og Noregur er annar ríki. Og í stjórnarskránni stendur að það er alveg bannað. Þeir vitna eitthvað svona, já, það er alþjóða samningur sem var settur og það er, já, þá er náttúrulega bara að fara með þá sem gerðu þennan samning í drekkingaheil, sko. Það er samkvæmt íslensku stjórnarskránni. Þeirri sem eru í gildi. Ég veit að það er allavega eittlustandi sem fattar hvað ég segi. Þessi stjórnarskrá sem verður að vitni núna 1944 er ekkert í gildi, hún er bara prump. En svo eru menn að hrópa núna að ráðherra hlýtur bara að grípa inn í kringumstæður. Það hlýtur bara að vera það. Veitu akkur á mafía sem er að vinna fyrir aðra mafíu að grípa inn í mafíu business? Akkur? Það bara er tómt rugl. Þannig að sko, svo er alltaf, ég horfði nú eitthvað fund hérna hjá Dögun, eitthvað framkvæmdaráðsfund, eitthvað svoleiðis, og þar satt nú bestu vinur okkar, hann Sturla, það stendur hérna í stjórnarskránni, það stendur hérna í stjórnarskránni, það stendur í stjórnarskránni. Stjórnin er ekkert að fara eftir stjórnarskránni. Í þeirra huga hefur hún ekkert gildi. Í þeirra huga hafa erlendir samningar, alls konar samningar við erlend aðila hafa meira gildi heldur en þessi svokallaða stjórnarskrá. Og það er það sem gerðist í máli þessa 5 ára drengs, að þar var verið að vitna í samning sem var gerður 1700 úrgál, ég er fjallað þetta, getur fundið vídeo þar sem ég fjalla meiri detail þetta, að það er samningur sem verður að fjalla þegar foreldrar er eitthvað að vesenast með börnin, það er það sem þessi samningur fjallar ef annar foreldri bara tekur börnin og fer með þau eitthvað, þá er þessi samningur til þess að bregðast við því og það er mjög eðlilegt, sko. En þessi samningur, þú finnur hvergi í greinagerðum eða ég fékk nú pappíra yfir þetta, það hvergi verið að fjalla að þetta gildi það sem að ríki gerir kröfu á ríki að framselja ríkisborgara sig. Ekki snefill það í þessum samningi. Þannig að bæði héraðsdómur og Hæstiréttur hafa með þessum 2 dómum sagt sig úr lögum við íslenska ríkisborgara og þessa svokölluðu íslensku stjórnarskrá. Það liggur bara fyrir. Þessi trúardómstóll sem er þarna upp á Ingólfshól og þessi þarna niður í Austurstræti, héraðsdómur og Hæstiréttur, þetta eru bara svona trúarlegir skoðanadómstólar og eru í raun ekki með neitt meira umboð heldur en til þessi víkingadómur hjá mér. Og þess vegna er fólki alveg sjálfsagt til þess að koma að máli við víkingadóm með sín mál, hann er opinn, ég margoft lýst því yfir. Og
ég myndi nú sinna honum betur ef ég hefði meiri tíma. Það hafa jú komið 2 mál fyrir Víkingadóm og það getur verið að ég taki þau upp. Það getur vel verið. Víkingadómur reyndar getur sjálfur tekið upp mál eða opnar opinberar rannsóknir. Það er Salómonsdómur byggður á klettinum og á common law eða heilbrigði og skynsemi. Og það er það sem er í boði í Víkingadómi. Menn vilja alltaf fara að kæra til EFTA og ESPA og ESA og eitthvað, þú veist, fara eitthvað annað. Það er best. Að kæra mafíuna til mafíuna í Brussel, sko. Það virkar vel, sko. Þannig að, sko, ég var að hugsa þetta. Hvað það liggur steinljóst fyrir að valdstjórnin og þar með talið ríkislögreglustjóri og Hæstiréttur og héraðsdómstólarnir allir eru ekki íslenskar stofnanir lengur. Og þau hafa ekkert með stjórnarskrá eða réttarfar landsins lengur að gera. Það er engin munur á þessum stofnunum og Hells Angels eða Banditos eða einhverjum svona glæpasamtökum. Það er engin munur þar á lagalega, í lagalegum skilningi. Og þessi spuni núna með stjórnarkreppa. Ég sá eina mynd sem ég birti af henni Chelsea Clinton sem var alveg bara Yo, Chelsea, your mama lost a rigged election. Hún var eitthvað svona alveg svo fáviti, sko. Hey, Chelsea, mamma þín tapaði fölsuðum kosningum. Hvernig það? Þannig að það er ekkert að marka kosningar, sko. En ég hlusta á sögu núna. Ég hlusta hana, ég alltaf, hvort sem ég er að vinna eða hvað ég er að gera, þá hlusta ég á sögu og Harmageddonnar og svo eftir klukkan Harmageddon þá hlusta ég á alls konar erlenda aðila. Að þetta liggur alveg ljóst fyrir og þessi valdstjórnar mafía sem er á Íslandi eru raðmorðingjar. Þeir drápu Guðmund og Geirfinn og flesta af þessum mannskvörfum 40-50 mann sem hafa horfið og þeir drápu Sævar í Hraunbænum og þeir sprauta eiturefnum í augun á fólki og haga sér eins og bavíanar og þið hlaupið alltaf bara í hringi á Austurvelli og syngið Kumbaya, Kumbaya, við viljum nýja ríkisstjórn. Ríkisstjórn. Það er allir þessi aðilar eru með í plottinu, sko. Þetta er alltaf að musteris plebbar, sko. Alltaf að samræma aðgerðir sínar. Þannig að forsetinn nýji piparkökustrákurinn eins og Guðjón kallar hann er nýkominn úr þjóðmenningarhúsinu, þar krúkkaðir sig saman, sko. Fundar staður fyrir musterisregluna og stöðu víða, sko. Og þetta fólk er bara daginn út og daginn inn að ræna almenna Íslendinga. Það er bara þeirra starfslýsing. Og til dæmis þeir sem að fá málafærslu réttindi, lögmenn sem fá réttindi á Íslandi, eru ekki að uppfylla eitthvað íslenskt fyrirbæri, þeir eru að pass the bar. Og bar stendur ekki fyrir barinn, það sem þú ferð að drekka þig fullan, það er b.a.r. Og ef þú flettir upp á internetinu þá sér að þetta er alþjóðasamtök lögfræðinga. Og þetta er eina af þessum erlendu mafíum og bar snýst bara að ræna öllu steini léttara, sko. Þess vegna ef þeir komast nálægt þér, þá sérðu það bara, þú kannski skuldar 100 áskall eitthvað starf, nei, þú ætti að borga bara 5 milljónir eitthvað, sko, til þess að losna út úr höndunum á þessum glæpamönnum, sko.
Þannig að þetta lið allt saman kriminalt, gjörsamlega. Og svo koma svona fake newsarar, þeir kalla svona fugla eins og mig. Ég reyndar hef aldrei haldið fram að ég sé með einhverjar fréttir. Og ég hef aldrei haldið það fram að ég viti nokkuð hvað ég er að segja. Alltaf sagt, ég vona að allt sem ég segi sé misskilningur og ekki trúa neinu sem ég segi. Double-checkið allt sem ég segi. Þannig ég er alveg heiðarlegur með það. Og þannig að ég held að ég falli aldrei undir þessa skilgreiningum. Já, fyrir Rammstein. Ég er miklu betri rockari en Rammstein. Þeir kunna ekkert á gítar þessi kjánar. Þeir bara stramma á gítar. Slá í rockband með mér, þá er ég til í það. Ég er meiri háttar sólógítarleikari, þið vitið það alltaf. En þannig að ríkir í heiminum. Það henni líður vel og hún vex bara og vex. Annað sem að við takið eftir, að það er alltaf að fólk að koma svona með einhver vandamál. Já, hérna krabbamein er 30% af 15% og 20% og svo er hérna, já, það er bara svo mikið kynferðisofbeldi hérna á móti öllum og svo er hérna þetta nýjasta, gamlasta, að það er hérna, já, hitastu jarðar er að kólna. Við erum að enda í hérna, nei, akkurat ég fyrir blóðskíman. Þannig að hitastu jarðar er að fara niður og nei, það er að fara upp, sko. Og svo þriðja liga sagði, já, það er alltaf að breytast. Ok. Og sko með því að koma með alls konar svona vandamál og þess vegna eru allir fjölmiðlarnir svo opnir fyrir alls konar svona rugl vandamálum, sko. Eins og fólk sem kemur í fjölmiðlum og segja, já, ég veit nú ekkert alveg hvort ég er kall eða kona eða hundur eða hestur eða mús, sko. Ég er ekki alveg með þetta á hreinu, sko. Já, og hvað ég að gera því? Þetta alveg elska eitthvað svona rugl, sko. Eða þetta með hérna samkynja, samtökin 78 sem voru að kæra Pétur fyrir að vera með útvarpsþátt, fyrir hatursglæpi. Sko, það að vera að vilja gera eitthvað í nærbuxunum hjá, ef einhverju vilja gera eitthvað svona í nærbuxunum, í austur, suður, vestur eða upp eða niður eða aftanfrá eða framanfrá, það kemur akkurat engum við. Alltaf. Þetta er ekkert engin ný vísindi. En hins vegar þegar það byrjar með allt þetta gay og samkynhneigðir og réttindi samkynjar, þetta er pólitík. Og það er tekið upp svona bara alls konar og að vera kona er bara vandamál, skilur við, misrétti og það er mismunandi laun og ég meina saman má segja letinga, flestir letingar eru á lúsa launum eða letingja launum. Og það er bara eins og með konur, það er bara eftir seinna heimsstyrjöldina, það var bara, heyrðu, nú bara allt opið fyrir ykkur, þið megi kjósa, eða það var þetta 1920 eitthvað sem það byrjaði og þið megi bara fara hérna og vinna hvað sem þið viljið. Heyrðu, kettlingarnar hlupu bara allar í hjúkrun eða elda mat eða hugsa barn. Eitthvað sem hafa gert í skrilja á 1000 ár. Það var ekki sem neitaði þær, þetta var þeirra val. Og kallarnir héldu bara áfram að búa til eitthvað flott, sko, framleiða vörur eða bora eftir olíu eða gera eitthvað stöf, sko. Og sko, það er í raun ekkert vandamál að kallar og konur séu ólík. Og það er ekkert vandamál að fólk er að sleikja hvort annað þarna eða hérna eða ríða því hér eða þar. Það er ekkert vandamál. Það er bara í góðu lagi. Kemur engum við í sjálfum sér. En hins vegar þegar svona hlutur eru teknir og pólitíkuseraðir, politikæst, ruglið, sko, og vitleysan. Svona, já, við erum lýðræðislegu flokkur með fléttulista og svo erum við með aldurslista en við erum lýðræðislegu flokkur, sko. Já. Og
og markmiðið með þessu öllu til endalaus vandamál og svo óöryggið, sko, þess vegna voru allir þessi fölsku fánar og núna sjáum við að valdstjórnin er að velta rútum út um allt og búa til einhverja ferðamenn sem hafa aldrei verið til og ljúgandi upp vandamál. Af því að krafan er alltaf, sko, já, við verðum að gera eitthvað í þessu, sko. Það þýðir meiri völd til ríkisins, meiri skattar og meira rugl, sko. Með öllu skúi spilinu. Og ég er búinn að vera að segja þér þetta og fleirum, það eru næstum 200.000 manns búin að horfa á, eða það eru næstum 200.000 áhorf á þessa rás. Þannig að flestir viti nú svona hvaða thesis ég er að leggja fram. En samt er fólk ennþá að kyngja þessari vitleysu, sko. Og þessum PR-stöndum og fölsku fánum og fólk bara gleypir þetta allt með húð og hári. Og fer bara úr einu fölsku fána og þetta er bara, veist, já, ég veit það ekki. Menn að reyna að kveikja í mér hérna með að minnast á Kára Kúk. En hérna, svona bara er þetta. Þú ert bara heimskingi. Það er vandamálið. Það er engin önnur vandamál. Og hérna, alveg svo ég geti sagt við fólk sem eru letingjar, þú ert bara letingi. Það er bara vandamálið þitt. Það er bara, þá ert þú bara, þú uppsker bara eftir þinn eigin leti, sko. Og ég sé bara þessar stjórnmálahreyfingar, svo ég var að horfa þarna á fólksins líka til dæmis. Ágætis vídeó hjá þeim, allt í lagi með það. Og ég náttúrulega aðeins verið þarna inn í dögun og séð kaosina þar, sko. Og svo sér maður Pírata náttúrulega sem eru bara vilja bara endanlega ganga frá yfirtöku landsins til Brussel, sko. Og hérna verið bara með hundruður ef ekki þúsundur erlendra aðila hérna bara snuddast í kosningu með þeim. Og utanþingsstjórnin sem að piparkökukallinn áttu að skipa núna verða erlendir aðilar. Það verða bara erlendir aðilar skipaðir í ríkisstjórn. Það er málið, að kröfu IMF. Og hérna, og það er það sem að leikritið snýst um. Það verður annarkvort Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri grænir fara saman í ríkisstjórn eða það verða erlendir aðilar settir sem ráðherrar. En það sem ég er að reyna að segja og búin að vera að hugsa mikið núna er að það kemur Íslendingum ekkert við. Ef þið fattið það ekki, þá er eiginlega ekki hægt að hjálpa ykkur. Ég meina, ég er búinn að leysa öll fjárhagsvandamál ykkar. Ég geti séð það sem ég þætti, ég man ekki hvað hann heitir, ég geti spurt hvort annað. Ef þú ert í einhverjum fjárhagsvandræðum með þetta peningablekkingakerfi, þá er hérna búið að leysa það fyrir þig með þessar ávísun. Það er bara að fara á sama reikning og þú fékkst lánað, þá bara borgarum í sömu mynd. Og hérna, það er enginn að gera þetta. Þú veist, þessi lögreglahaugar sem eru að vinna núna, þeir eru ekki lögregluþjónar. Þeir mega ekki kalla sig lögregluþjóna. Þeir eru ekkert að vinna fyrir almenning lengur. Þeir eru að vinna fyrir erlenda glæpasamtök sem heita IMF eða Seðlabankinn eða Sameinuðu þjóðirnar eða hvað þú vilt kalla það, Evrópubandalagið, þetta er allt saman eftir því sem þú ferð upp píramídann þá er það stjórnað af sömu plebbanum, sko. Og þú ert alltaf að reyna að díla við mafíuna, sko. Það gengur ekki. Þannig að ég fer nú bara að loka hérna, sko. Fer nú bara að loka. En hérna ég ætlaði að gera eitt hérna í beinni útsendingu. Það er svo gaman að gera ýmislegt í beinni útsendingu.
Þið vitið náttúrulega síðuna mína Víkingadómur. Þú veist, það er til staðar dómur til dæmis sem heitir Víkingadómur og hann er starfræktur, hann er opinn og já. Þannig að við verðum að fara að vinna samkvæmt þeim raunveruleika sem við búum í. Og ég meina, lífeyrissjóðamafían er farin að taka 15%, það fer nánast allt beint úr landi í gegnum verðbréfabraskið. Þú veist, það er verið að rukka einhvern 60-70% bara í beina skatta á Íslandi nánast af tekjum. Þetta, ef þú sér ekki hvað þetta er mikið rugl, bara ekki í lagi í toppstikkunni hjá þér, sko. Og ok, ég er komin hérna í er næsta næsta flip hjá Axel. Stofna hóp sem þið getið tékkað á og hann heitir Víkingasveitin og núna og já, höfum hann lokan Víkingasveitin. Ég skelli já, ég get eiginlega ekki skellt neinum í hann, sko, býtum við. Ég ætla að setja þig, Guðjón, það var nú ekki setja hérna sjálf. Hel Hvað heitir þú, Kaldi Andri, í að það vera persóna? Hey. Já, hvað heitirðu á Facebook? Kaldi Andri. Einhverju fleiri sem að bjóða sig fram til þess að gefa mér Facebook nafnið þeirra? Get ég sett sjálf á mig? Stefán Andri, já. Já, sjá. Ok. Stefán Andri. Hérna. Þú ekki? Ok. Málið er það, ég vil ekki bæta fólki hérna við, per se. En takk fyrir að bjóða þig fram, Stefán Andri. En málið með Víkingasveitina, það var með íkon. Hérna, þetta er ekki lögreglumerkjalegt. Stjarna andskotans. Að ok, hérna er hann kominn. Sjá þessa mynd. Ok. Já, sem sagt, þetta svarar náttúrulega hver getur framfylgt víkingadómi. Sko, víkingadómur er í raun bara sjálfstætt fyrirbæri sem að dæmir, þú veist, er 2 + 2 4 eða 5. Víkingadómur mun segja, já, mér sýnist það að vera 4.
Þannig að sá hópur mun um, hópur mun Landsdómur, þetta sjáum við allt sem er í já, þið sjáið ekki þetta. Já, sem sagt, fyrirgefðu, það sem sagt, það sem að, það sem að, Víkingadómur gerir er að skera úr mál og dæma. Segja þetta Víkingadómur, ég get nánast bara sagt ykkur það að Víkingadómur mundi dæma þetta barnarán á 5 ára íslenskum dreng sem glæpaverk og mundi dæma alla sem komast sem að tengjast því máli í refsingu sem getur verið útlegð eða hvernig það er. Og og mundi dæma þeim sem að verða fyrir skaðabætur í gulli og silfri, raunverulegum verðmætum. Og markmiðið með þessum hópi sem að ég kalla Víkingasveitin, það er Víkingasveitin. Víkingadómur er með sín eigin lög. Kynntu þið málið. Kíktu á Víkingadómur á Facebook, þar er þetta útskýrt. En dómur er með klettinn sinn sem grunn. Ég er að leita góðri víkingamyndina. Þá ég ekki almennilega víkingamynd. Og svo er þú sem varst að spurja lög Víkingadóms. Víkingadómur fylgir common law sem er common sense. Og ég var til dæmis mikið að velta fyrir mér með þetta. Ég var töluvert að velta fyrir mér þetta með til dæmis mál þessa 5 ára drengs. Þar sem að ég get bara aðeins útskýrt hvernig ég myndi hugsa það dæmi að foreldrar þessa barns töldu sig búa í tegund af þjóðfélagi. Þeir töldu sig búa í íslensku ríki sem að hefði íslenska stjórnarskrá, þar sem að samkvæmt svona skilningi flestra held ég þar á er að íslenska ríkið myndi aldrei framselja sinn eigin ríkisborgara til erlends aðila, erlends ríkis. Já, ég þarf sennilega að hleypa honum inn í hópinn, ég kíkja á það. Fréttabannið er þannig að það verða að hóta foreldrum að ef að þeir voga sér að tjá sig málið, þá munu þau aldrei sjá barnið sitt aftur. Og það er hótunin. Og þetta eru glæpamenn, þið áttuð ykkur á því. Við erum að díla við glæpamenn. Og það er nákvæmlega svona sem glæpamenn operera. Þeir beita alls konar hótunum. Eins og ég hef alltaf sagt, ég hef alltaf sagt ykkur náttúrulega að
Þetta eru skipulögð glæpasamtök. Og þegar að skipulögð glæpasamtök eru á ferð, þá fer sem fer. Og þá er vont í efni, sko. Ég er að vinna í þessari víkingamynd hérna. Afsakið ónæðið. Afsakið ónæðið. En fréttabannið snýst sem sagt það að það er svona klassísk hótunar starfsemi þessara glæpamanna, þessara badræningja og þrælasala. Af því að sko þrælahald, þrælasala snýst að ræna mannveru, gera síðan út á þá mannveru til að græða peninga. Og það er nákvæmlega það sem að þennan 5 ára dreng, að þeir sem að fá barnið til sín, fá borga með því einhverja milljón á mánuði, eitthvað slíkt frá norska ríkinu. Og í kringum þessi barnamál í Noregi er komið gríðarlega stór hópur af fólki sem er að raka inn seðlum á þessari starfsemi, sko. Og þannig að það er engin einasti vafi að þetta er kriminal. Það sé náttúrulega allir sem vilja sjá það. En sem sagt, gekk þetta svona. Já, að þetta eru orðin, það sem að fólk er að átta sig á, er það sem ég er búinn að vera að tuða frá því ég opnaði þessa rás, er raunveruleikinn. Og það er náttúrulega mjög gaman fyrir mig að fólk skuli loksins vera að hlusta á það sem ég er að segja. En það einhvern veginn enginn að hafa neitt hátt það, sko. Það einhvern veginn aldrei enginn spámaður í sínu heimalandi, sko. Veitu hvernig það er. En sem sagt, já, þarna er komið myndin, sjáðu. Og þetta er Víkingasveitin. Það áður að ég fjallaði það áður að sko lögreglu þjónar að vera sem næst sínu nær samfélagi. Og það sem gerist í öllum svona bavíana lígveldum eins og Ísland er orðið, byrjar glæpsamlega valdstjórnin að draga að sér allt lögregluvald, sko. Og haugarnir allir komin til þeirra. Og starfsemi lögguhaugana á Íslandi snýst ekkert að verja borgaralandsins og dómstólarnir, og það er fullsannað. Reynt. Og að þeir sleikja raskatið á bankamönnum á með þeir henda íslensku ríkisborgurum út á frostið og gaddinn, sko. Þannig að það er fullsannað, og með þeim morðum sem liggur í augum uppi að þeir hafa framkvæmt,
framið og bara með eiturefnaárásum á fólk með eiturefnum, táragasi eða hvað þetta heitir, þetta drullum allir píparúða eða hvað má vita hvað, og með bara ofbeldi gegn Íslendingum, þá erum við komnir í línuna. Er lægja hljóðið þeir? CPU átök, litlu tölvunni, ég þarf að fá miklu stærri til að hérna sko, ég hef útskýrt áður. Ég get varið sjálfan mig. Og þess vegna Hæstiréttur margsinnis fallið á þessu prófi þegar að þegar fólk hefur verið dæmt fyrir brot gegn valdstjórninni sem hugtak sko, þá það var líka glæpur sko, nema það eitthvað svona eitthvað streitast á móti handtöku eða eitthvað streitast gegn boðlega bröðum lögreglunnar. Þar með þetta fyrirbæri fallið sem við kölluðum eins og íslenska ríkið og íslenska lýðveldið. Það fallið. Það bara gömul prílusaga sko. Og brakandi ljóð. En ég held að heyrist það var barnað. En ég ætla að lóka þessu. Sko, það fullt sannað að þetta eru skipulög glæpasamtök í sterkum tengslum við erlend alþjóðleg glæpasamtök. Og þegar lögguhaugur fer yfir þessar línur, af því að það sem ég var að segja með það er náttúrulega að mér að verja sjálfan mig. Og ég get fengið fleiri til þess að verja mig. Ég get fengið nágranna minn eða vin minn eða hvert sem til þess að verja, til að taka þátt í minni sjálfsvörn. Það er ekkert af því. Það brýtur engin lögmál eða lög náttúrunnar eða manna eða náttúrunnar. Og já, mikrofónin, það góði sem ég þerti í því. Skilum ekki bara einu fórhundruð sem sjá hvað gerist þannig það. Já, ég tíma ekki að loka allir. Það er það létt á þessu. Nota eiginlega tölvu sem með feitari internet. Sjá til. Já, og ég komið niður í CPU-nóti. Og fer að braka þegar CPU-nóti fer. Það er búið allir valdi, sko. Svona.
nota tölvuna í vinnu, sko, ég hef ekki tíma í að vera í eitthvað svona útsendingakjaftaði, sko. Já, sem sagt, það verja sjálfan sig er eðlilegasti hlutur. Hins vegar ef ég geri árás á einhvern, aðra í liðinu mér til þess að taka þátt í þeirri árás, auðvitað þeir verið samsleikir í þeirri árás. Og ég er búin að hugsa þetta núna allavega í viku. Ég létti töluvert á álaginu, held ég allavega. Já, ég eitthvað forritið sem þetta kom. Ég þarf að taka tætti Guðjóns, það eitthvað með síma, rallast með síma. Er hljóðið alveg ónýtt núna eða hvað? Já. Veitum við. Alltaf ég jafnir sér blessun inn á þessu. Ég sé að sko, já, hún að sko mjög mikið álagi. Það er rosalega á þetta. Það var nú svolítið að senda álagina. Já, ég held að það sé komið, hvað segir þið? Heyrðist ekki núna? Já, þetta sem ég var að segja. Þetta býða eftir ykkur að þið heyrðu vel. Heyrðu ljóðum. Ég komið svolítið niður í síkingu og það sko slögt það svo fótmáttum. Þannig að hljóðið ætti að vera komið í lag nú. En allavega þá er þetta málið. Að lögregluyfirvöld landsins eru bara á sama stað og aðrar önnur glæpasamtök. Eins og Hells Angels eða Mafían, skiptir ekki máli hvað það heitir. Það breytir engu. Og ég held að sýnt fram á það áður að í þáttum áður að það er alveg ljóst að þetta er skipulagt glæpasamtök. Og verra, nei. Það er bara meira orðum hjá mér, kannski. Batnaði eitthvað núna. En það var góða auðvísjón. Að ég get veið sko hann er ekki að klippa út hjá mér, sko. Það ætti ekki að klippa neitt. En sem sagt, hugsunin með Víkingasveitinni, sem nú stofnuð, endurstofnuð, að þar starfi lögregluþjónar á vegum. Það er bara sjálfboðaliðar í nærbyggð, á heimasvæði hvers og eins, eru lögregluþjónar. Og þeir munu verja sinn heimabæ, sína heimasvæði, eins og lögregluþjónar voru í bæ. Og þeir hafa bara heimild samkvæmt þessu fyrirbæri sem ég ekki til sjálfsvarnar.
og þeir sem að brjóta af sér í þessu verða væntanlega dregnir fyrir víkingadóma og þá vísað úr þessari gruppu víkingasveitin. Og nú álag komið niður, komið niður í 80%, 70% CPU álag, í lagi með hljóði núna þá, kæru hlustendur? Mér heyrist að vera hætt að braka, allavega minkað. Þannig að víkingasveitin eitt af þessum atriðum sem þarf nauðsynlega að byrja að byggja upp. Og það eins og ég var að segja áðan, sko, já, nú það komið, flott, gott. Eins og ég var að segja áðan, að ef það kemur þetta mál með þennan 5 ára dreng kæmi fyrir víkingadóm, þá þarf það átta á því undir hvaða hugarhrifum fólk í atburðunum. Og ég náttúrulega bara að hugsa sko, að því að ég að hugsa hvernig kemur þjóð út úr allsherjar skipulagðri glæpastarfsemi og ofbeldis ástandi. Og sko þá myndi ég horfa á dómarana, ég myndi horfa á peningana, hver að græða á þessu peningalega, og ég myndi náttúrulega horfa síðan á ef að lögguhaugar fara til verka í þessu máli. Þá myndi ég sjálfsögðu skoða í hvaða hugarheimi ég tel að sé mikilvægt í þessu ástandi sem núna átt að sjá því hvaða hugarheimi þetta fólk Og dómararnir sem dæmdu í þessum 2 málum, þeir gefa sig út fyrir það að vera að vinna eftir íslenskri stjórnarskrá sem að frá 1944. Þeir gefa sig út fyrir það að vera að vinna fyrir íslenska ríkisborgara og þeir telja sig vera að vinna eftir þessu fljótandi lögum sem í gangi í landinu. Og aðstandendur barnsins og barnið telja sig búa í íslensku réttaríki og þeir telja sig vera íslenska ríkisborgara með allir þeirri vernd sem því fylgir samkvæmt stjórnarskrá landsins. Síðan þarna dómarar í þessari stöðu að það í raun öll þjóðin að horfa á þá og velta fyrir sér, ok, þeir hljóta nú að fella þessa vitleysu niður, en þeir gera það ekki. Þá sér náttúrulega þjóðin svart á hvítu að þessir aðilar ekkert að vinna eftir réttaríki Íslands eða stjórnarskrá lýðveldi eða hvað vilt kalla þetta, þeir ekkert að vinna eftir því lengur. Þess vegna líka mikilvægt fyrir mig sem dómara í víkingadómi að fara bara ekki að púlla einhverja vitleysu úr loftinu, heldur í þessum lagabálkum sem að þessir dómarar telja sig vera að dæma eftir, í þeirra eigin lögum ákvæði dómara ábyrgð. Þannig ég myndi dæma þá samkvæmt þeirra eigin lögum til 16 ára fangelsis. Absolutt. Það það sem þeir, ég meina, það sem þú dæmir aðra, sko, veist, það bánsar tilbaka á þig, sko. Og ég tel eðlilegt og náttúrulegt að aðilar í svona grúppu sem að kalla sig þá nú hér með víkingasveitin, af því að þessi fjölskyldan og þetta 5 ára gamla barn,
það hefur rétt til þess að verja sig. Það, þetta barn og aðstandendur þess munu náttúrulega verja sig. Það að orða þetta rétt. Þessi fjölskylda þessa 5 ára drengs hefur náttúrulega rétt til þess að verja sig árásum og barnaránum. Og þessi fjölskylda getur framselt sína náttúrulegu sjálfsvörn. Það ekkert hægt að setja neitt út á það. Hins vegar eru barnaræningjarnir, þeir eru barnaræningjar. Þannig að það er alveg sama hvað þeir krota mikið á blað hver fyrir annan og sleikja mikið raskati hver á öðrum, það breytir engu. Þeir eru árásaraðilar. Þeir eru barnaræningjar. Og þannig er það. Þannig að þeir sem að vilja gerast sjálfboðaliðar í víkingasveitinni og taka upp starfsheitið lögregluþjónn, þeir eru velkomnir þar. Og í víkingasveitinni er það ég sem rúlla. Það er ekkert lýðræðis prump þarna í gangi, sko. Það er bara ég sem ræð. Þetta er píramídastofnun og ég ræð og rek og kontrollera öllu. Og ef að einhver gengur úr sjálfsvarnar hlutverki, þá er hann ekki mér viðkomandi. Ekki bara, ég bara eins og Jesús sagði, ég bara veit ekki af þér, sko. Og sjálfsögðu verður bútað út úr grúppunni strax og það kemur til minnan vitundar að þú hafir brotið þetta prinsip. Þannig að sama er með ef að kæmi til mín einstaklingur sem að búin að tapa aleigunni. Þeir hafa lent á barnum. Lögfræðingamafíunni og þeir hafa lent í seðlabankamafíunni og íslensku mafíunni, valdstjórnarmafíunni og eru bara berrasaðir á götunni í frostinu. Ef þeir kæmu fyrir víkingadóm, þá myndu þeir einfaldlega gera upp allar sína skuldir með þessar ávísun hér. Það segir sig alveg sjálft. Þannig að þessar skuldir eru bara prump. Það er bara skipta engu máli. Hins vegar er það sem að þeir sem hafa valdið þeir tjóni með þessum blekkingum og þessum prumpenningum, þeir hins vegar munu vera dæmdir til að greiða þér bætur í formi gulls eða silfurs. Og það sem við sjáum að þessir musteris plebbar sem eru að reka þessa dómstóla, að það fara aldrei peninga til fórnarlambana. Þeir hirða allar peningana, sko, eða bæturnar. Þeir hirða allar bætur. Hvað er það? Þetta lið eru glæpamenn í fínum fötum og kunna rífa kjaft og allt það, en þetta eru hreinræktaðir glæpamenn. Það er ekkert öðruvísi. Og eins og ég hef sagt ykkur svo oft áður, 100.000 sinnum áður, þá er svo mikilvægt að gera þetta rétt. Átta sig á því hvað er sjálfsvörn og hvernig línurnar liggja. Og
Þannig að sko til dæmis ef að víkingasveitin myndi fara og verja þetta barnarán, það er bara þannig. Það er ekkert hægt að segja neitt við því. Hér fyrir Hæstarétt Íslands er kominn maður sem að varði barnarán á íslensku ríkisborgara. Þeir eru hvað sem er þeir eru hvað sem er dómstóll. Það breytir engu hvað ykkur finnst. Þið brjótið ykkar eigin prinsip einu sinni. Þeir eru bara prumphænur. Það tekur engin mark á ykkur lengur. Engin. Já, nema náttúrulega steinlímd gólem sem að labba á alla veggi, bara þeir kannski trúa á okkur. Eflaust. En annað kom fram, endilega spurjiði mig út í dítela með þetta, það er mikilvægt að ég hafi útskýrt þetta rétt. Spurja mig alveg dítel spurningar, hvað meinar með þessu eða einu. Og deiliði sem víðast víkingasveitinni. Ég reynda getur verið að ég skrá þetta sem veiðifélag, veiðiklúbb. Það getur vel verið sko. Það er náttúrulega hluti af öryggis hlutverki almennings er að geta veitt sér til matar þegar allt fer í klessu aftur hjá þessum prumpuvilsingum sko. Og það fellur alveg þar undir sko. En það kom fram ótrúlega mikil staðfesting á því sem ég er að segja á útvarpi Sögu. Ég var nú að hlusta á þarna hjónin elskulegu, Pétur og Arnþrúði. Og þá var Pétur, eða þau voru að segja sko, að Jón B. Snorrason hefði farið bara í fjölmiðla með þetta mál. Með þessa hatursglæpi, eða hvað þetta heitir hjá, þetta nýja guðlast hjá þeim. Þeir sem er að gagnrýna ákveðna hluti það er ekki munur á einhverju hatursákærum og guðlastákærum, það er sama konseptið. Og Pétur og Arnþrúður voru mjög hissa á þessu að hann væri kominn í fjölmiðla útrappandi efni ákærunar. Og þetta er náttúrulega stórhættulegu glæpamaður sko, áttu ykkur á því. Stórhættulegu glæpamaður, Jón B. Snorrason. Og veiða alifugla. Nei, það er verja alifugla, ekki veiða, verja það. Verja það páskana. En þið sjáu það að valdstjórnin, þetta lögreglu fyrirbæri og dómstólar er bara svona einhver geðþótta prump sko. Og það er náttúrulega ekki hægt að taka slíkt alvarlega. Það eru náttúrulega bara stóla ofbeldismenn á ferð. Og gjörsamlega steiktir í hausnum sko. Þetta vitið þið að löggahaugar samþykkja ekki nein lyfjapróf eða eiturlyfjapróf eða neitt svoleiðis. Nei, ekki fyrir okkur. En svo segja þeir alltaf, ef að menn eitthvað svona vil ekki svara þeim spurningum og þá hljóta þeir að vera sekir sko. Hjá þeim er alveg allt á hvolfi sko. Þeir eru náttúrulega öfuguggar, hvernig það er. Það er alltaf röndinni á röngunni hjá þeim. Að sko, ef að þú ert stoppaður og þú ert spurður, varstu að drekka áfengi? Já, ég svara engum spurningum sko. Af hverju svarar ekki spurningum? Já, ég svara engum spurningum. Af hverju ekki? Ég bara svara engum spurningum. Já, varstu þá að gera eitthvað? Ég svara engum spurningum. Já, þetta er náttúrulega mjög grunnsalegt sko. Viltu blása
Áfengismælir hjá okkur, ég svara engum spurningum. Já, þú hlýtur að vera blindfullur fyrst þú vilt ekki blása í áfengismælir hjá okkur, veist. Svona vinna þeir sjálfir. En hins vegar, þegar þetta snýst við, vilt þú blása í áfengismælir eða taka eiturlyfjapróf? Þá bara nei, við erum ekki að standa í reyna svoleiðis, sko. Og sama sáu þið þegar þeir komu ofan úr Hraunbænum blóðugir eftir að það var þarna hermaður á ferð og hann var drepinn í kjallaranum, það var stór blóðpollur í kjallaranum og það var ekkert útskýrt neins staðar. Þeir koma alblóðugir ofan úr Hraunbæ og þar setjast 2 svona hershöfðingjar hjá ríkislögreglustjóra, þetta er náttúrulega sett upp eins og hernaðarstofnun að draumi Bilderbergs, að þá voru fréttamenn svona að spurja já, að munið sitja lögreglumennina í frí. Nei, þeir halda bara fram að vinna eins og ekkert sé. Nú, þurfa þær enga áfall að hjálpa þeim slíkt? Nei, við bara töluðum saman í kaffistofun áðan. Já, greitt mál, sko. Vist bara, það er náttúrulega, sko, fyrir raðmorðingja er þetta ekkert vandamál. Það er bara, já, við bara fengum okkur kaffi og kleinu og málið dautt, sko. Sjáu þið bara ekki, þetta er ekki einu svona kenningar. Þetta er bara svona in your face. Bara þú horfir á þessa fugla, sko. Svo mætir alltaf hann að formaðurinn, við þurfum nú meiri pening, það er bara alltaf hausnum minn og þetta er svo erfitt starf og þetta er allt ómulegt og mí. Hæ? Já. Gaman að þessu. Ég held að rauðvín sé framleitt á himnum. Heyrðu það? Læknar hjartað og það er alveg draumar í dóð, sko. Vitið þið af hverju maríjúana er ólöglegt til dæmis? Það er að því að lækningamáttur maríjúana er víst svo mikill að hann myndi valda einokunarapparatinu hans Kára Kúks miklum búsifjum. Þess vegna er allt þetta drama í kringum eiturlyf til þess að halda þessari lækningajurt frá fólki. Og þið sjáuð að þessi glæpamafía, það má bara enginn vera í neinni velsæld nema þeir sjálfur. Þeir þola engum öðrum neitt gott, sko. Eins og allir aðrir glæpamenn. Þeir bara, ef þú átt eitthvað, þá vilja þeir bara stela því. Ef þú ert að gera ykkur góða hluti, þá vilja þeir bara berja þig niður og stela því. Þetta eru svona plebbar sem eru komnir til að stela, slátra og eyða. Og alifuglarnir eru bara sjáðu nú fjöðruna á honum hérna Gunnari. Jósefína var voða fín í fermingarveistlunni. Hvað er hún skilin núna? Já, við verðum að ná spillingunni úr stjórnmálunum. Já, spillingin, sko. Spillingin er vandamálið. Já, Herðu, það er bara, ég setti mig í samband við 2 uppáhalds útvarpsþættina mína, eða það er einu sem hafa nefnt að tala við mig. Skrúfjú myndi aldrei tala við Axel Pétur Axelsson. Það er bara að mynda mér upp á vegg þar bara og bara ekki ringja í þennan mann, sko. Bara aldrei. Og eftir að ég byrja að tala þetta að innheimta skatta með valdi væri glæpur,
þá hefur bara eiginlega enginn hringt í mig, sko. Það er bara þögn. Bara og það á ekkert að hleypa mér neins staðar að til þess að útskýra þessa hugsun einu sinni. Ég svo sem hefur náttúrulega minn eigin fjölmiðil hér, þannig ég get svo sem gert það hérna, sko, en það eru margir sem að já, svona, ég held að þetta væri svona fjölmiðlar til þess að deila skoðunum, ýmsum skoðunum. Það virðist nú ekki alveg vera þannig. Og svo þegar allum harmagerðina hringi mig að þá fæ ég ekkert að útskýra svona hugsun til dæmis. Það er alltaf að vera gjammandi í manni eins og litlar alihænur, sko. Þú ert bara geðveikur. Já, þið vitið að það þessi global warming eða global climate change, hvað það heitir, alltaf að skipta um nöfn þessi fámennar. Þeir eru að tala fyrir því að það verði glæpsamlegt athæfi að efast þessi vísindi. Þessi vísindi. Þetta er vísindaismi. Vísindi og vísindaismi er ekki sami hluturinn. Til dæmis kristnir hafa alltaf verið mjög opnir fyrir vísindum, eða þenni vísindalegu aðferð. Og þetta global, hvað kallaði þetta á Íslandi þá? Global veðurbreytingar eða hvað heitir þetta á íslensku? Ég man það ekki. Climate change heitir þetta á útlensku. Að þið munið eftir þessari frægu fullyrðingu að 97% vísindamanna eru samþykkir þessari climate change kenningu. Bara 97%. Bara þessi tala situr mann í. Bara já, það er svolítið mikið. Bara að fá einhvern hóp af fólki til þess að vera 97% sammála með eitthvað. Og þetta var eitthvað kall sem að fann þetta út. Og vitið til dæmis hvernig það var fundið út. Ég er alltaf að deila svo sem vídeo það sem Stefán Mjölvíu var að tala þetta. Að það voru sem sagt teknar eitthvað 50-60.000 greinar þessi mál eftir alls konar vísindamenn sem að skrifuðu greinar þetta. Og svo var einhver kall bara sem fór yfir þetta og sagði að samkvæmt minni yfirferð yfir þessi greinaskrif loftslagsvísindamanna, þá er það niðurstaða mín að þetta 97% menn eru sammála þetta, conscious. Og það er þessi fræga 97% tala. Og svo náttúrulega, eins og þið veitir, per review, einhver vísindamaður er náttúrulega ekki vísindamenn, þetta eru vísindaistar, að þegar þú leggur fram einhverja svona fullyrðingu í vísindum, þá þarf það að láta fylgja með gögnin, hvernig þú komst að þessari niðurstöðu. Þannig að félagar þínir eða aðrir vísindamenn eða bara einhverjir áhugamenn geti séð gögnin. En þessi náungi bara, nei, ég ætla bara að sýna niðurstöðuna, ekki gögnin. Sko. Þetta er sama ástæðan verið að skattstjóri gerir stundu kröfu á því að fá að sjá bókhaldið á þér. Þú getur ekki bara sagt, já, nei, ég var með mínusveltu hérna på 700 milljónir, þannig að ég á að fá svona mikið úr skattinum, sko, tilbaka. Og og svo segir skattstjóri, já, hörru, ég þarf eitthvað að kíkja í bókhaldið á þér. Þá segir þú bara, nei, það er alveg óþarfi, sko, þetta er bara rétt hjá mér, hvað er eitthvað efast um þetta. Svona var þessi vísindamaður, það sem sagt. Það er svo fábjarni, eins og allt þetta fólk gerir. Og svo ekki þessi að mæla fyrir glæpaverkum, en svo var tölvan hans hökkuð, það var eitthvað sem braust inn á tölvuna og svo tók gögnin ófrjálsri hendi, sannarlega. Og þetta fór að þvælast þannig að menn gátu farið að fara yfir þetta, þessi gögn hans. Og það var sko 0,04% held ég sem að var hægt að flokka undir þetta væru conscious þessar fullyrðingar hans. Þannig að það var ekki 97%, það var 0,4%.
og og þessir vitleysingar bara vaða áfram sko, eins og til dæmis Harmageddurnar eru baulandi þessu daginn út og daginn inn að það er bara heimsendir eftir hádegi á morgun ef að við borgum ekki einhverja skatta sko. Og þessi lyga starfsemi hefur náttúrulega alla draumaeinkenni sko, kontrólfríka sko. Það þarf náttúrulega einhver að grípa inn í þessi mál og það þarf náttúrulega að skattleggja þetta og hafa stjórn á því og veistu eitthvað bla 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 bla. Og bara alltaf stækkar ofbeldisstofnunin ríkið. Og það hefði takið eftir eða hlustið á, sko það er svolítið gott að hlusta á Harmageddunar. Þeir eru svolítið barómeter fyrir mig á svona hvað fólk er að hugsa. Það er svona spegill. Að takið eftir, bara hlustið á þá. Þetta er þeirra. Takið eftir þeirra hættir að bjóða mér, nema bara í einhverju annarlegu samhengi. Og allt sem er að segja og allt fólki sem er að tala við mig alltaf að já, það er eitthvað að gera í þessu. Já, það verður að gera eitthvað í þessu. Allt sem að kemur hann upp á dekkja þeim þýðir meiri skatta, meiri útgjöld, meiri þörf fyrir að innheimta skatta með ofbeldi, meiri kontról, meiri stjórnun, meiri ofbeldis valdstjórn sko. Bara, veist, hlustið í eina viku. Þetta er bara alltaf sama. Þetta minnir mig á svona voru sjónvarpssölu channelar. TV channelar einhverjir sem voru bara að selja drasl allan sólarhringinn sko. Og og það var, og ef þú horfið á einhverjar svona auglýsingar eða svona sjónvarpsrásir, þá bara já, er bara allt í rusli heima hjá þér. Já, það er bara allt í rusli og konan óanægð og börnin alveg bara og allt að fara í klessu hjá þér og bara allt ómögulegt sko. Já, hei, við erum með lausnina sko. Þessar fjölmiðlar á Íslandi eins og 365 og hvað heita þeir, Screw You og hvað þetta heitir allt saman, þeir eru bara svona TV channelar sko. Og þannig að þið eru að fara að hætta að kaupa allt þetta rugl og vitleysu sko. Svo til dæmis er ég með félag íslenskra letingja og ég mun alltaf sækja á milli 100 og 200 milljónir til Reykjavíkurborgar til þess að höndla málefni letingja. Það hlýtur að vera eðlilegt að leggja í það. Sko, nú lögðu þeir 100-200 milljónir í að sinna misrétti gegn konum eða einhverju, hvað þetta heitir hjá þeim, ég veit það nú ekki. Og það er bara, sko, konur eru nú svona cirka 50% af Reykvíkingum. Þannig að sko félag íslenskra letingja ætti þá væntanlega að fá tvöfalt. Það er að kallar á konur, sko, miklu stærri markhópur. Og það er alls konar svona rugl í gangi, sko. Það er bara að vera að henda 200 milljónum hér og 200 milljónum þar. Og svo er til dæmis þessi mannréttindaskrifstofa og mannréttindasáttmálar og allt þetta. Sko, það þýðir, samkvæmt þessum nýlegu dómum í Hæstarétti, að þá er það erlent vald sem að stjórnar Íslandi, sko, eða dómstólunum á Íslandi. Það er sem sagt að sko þetta fyrirbæri, sko, valdstjórnin er eiginlega búin að ljúga sig bara út, sko. Hún er bara, það bara skiptir ekki máli hvað þið segja. Ráðherrarnir eða forsetinn eða lögguhaugarnir eða dómaplebbarnir, það skiptir ekki máli hvað þið segja. Þeir eru bara úti. Þeir eru bara búin að fara út úr raunveruleikanum, sko.
Þannig að við hin sem sitjum eftir í raunveruleikanum, við þurfum ekkert að hlusta á þessa fábjána lengur, sko. Þetta er bara og allt þetta háskólasamfélagið segir og ráð hérna, háskólavísindisminn í háskólasamfélaginu, það er bara eins og hver önnur trú. Ég geri engan greinarmun á milli trúarbragða, sko, menn mega trúa á hvaða vitleysu sem er, en það þýðir ekki að ég þarf að borga í söfnuðinn hjá þeim, sko. Eða þurfa að láta þeirra dómara ganga yfir mig, það er bara kemur mér ekkert við. Eða hvað? Jæja, nú er ég búinn að tala í 1,5 tíma. Var eitthvað sem ég gleymdi að tala um eða? Allavega þá ætla ég að benda ykkur á að auglýsa fyrir mig Víkingadóm og Víkingasveitina og Sjálfsveldisflokkinn. Það smellpassar allt saman. Ég mun fljótlega sennilega yfir svona jólin, þá mun ég eða já, nú er að koma svona rólegri hátíðartími, þá mun ég klára heimasíðu fyrir Sjálfsveldisflokkinn með öllum stefnumálum og jafnvel einhverjum svona félagsformi, sko, sem að ég ætla ekki að skráða inn í líkveldi, sko. Þetta er sjálfstætt bara fyrirbæri. Ég get bara skráða hjá mínum himneska föður, sko, ef ég þarf eitthvað að skráða. Og þannig að það verður eins og það er. Til að skýra dóminn, til þess að deila því, bara nota Facebooka-linkana. Þeir séu bestir, en náttúrulega bara nota þetta vídeó hér til þess að ef fólk vill eitthvað fræðast meira það, sko. Hvar var hún blessun Facebookin mín? Nú, lokaði ég Facebookinu mín á henni, ég ætla að láta honum. Það alltaf gengur ekki. Ég skal sita ganni hérna bara Facebooka-linkana undir. En já, þið deilið þá bara þessu vídeói hér, þessu live. Og þið bara deilið linkunum á Víkingasveitinni. Og þið vitið náttúrulega að ég bara eins og með barnauppeldi hérna á heimilinu, þá hef ég tekið kennslu Stefán Muljö alveg eftir bókinni. Hér til dæmis á þessu heimili er beitt neinu ofbeldi af neinu tagi. Þannig að ég hef sagt það oft áður og segi það enn, ef það er ofbeldi einhvers staðar í hugmyndinni þá er hún ónýt, sko. Þannig að ef að þið haldið að sé eitthvað ofbeldisfyrirbæri þá hafið þið algjörlega misskilið það sem ég er að tala um. Af því að gaman að þessu. Og börnin mín eru alveg, we are Vikings. Þau eru alveg með þetta á hreinu, sko. Að það er náttúrulega
blessunin hún Róm brennur. Það svo sem ekkert hægt að gera við því. Þetta kveiktu þeir í sig sjálfur, þessi fábjánar. Og já. Já, sem sagt, Víkingasveitin eru lögregluþjónar sem vinna eftir þessum grunni sem ég hef lagt til, sem heitir Kletturinn. Og já, það verður sem sagt umræða hér á þessari lokaðri grúppu hvernig hægt er að framkvæma þetta. En hérna er ég búinn að setja Víkingasveitina, þá er það Víkingadómur, býtum við. Hérna er hann, já. Ég hef nú ekkert minnst á þetta við Guðjón, en ég myndi vilja taka upp kæruna hans ábyrgð Ólafs Ragnars Grímssonar á morðinu á Sævari. Og sko, ef að ég á einhvern, ég stýri einhverju mafíu og síðan er einhver aðili í minni mafíu sem dreipur einhvern, er þá mafíósinn ábyrgur fyrir því morði. Þetta er í raun svipuð spurning, ef að einhver fer með er með svona eitursnákabú, hann er mikill sérfræðingur í eitursnákum, ofbeldisstjórnin, eitursnákabúgarðurinn, og bóndinn, eitursnákabóndinn tekur snák og situr inn í svefnherbergi hjá einhverjum sem deyr þá nótt út af biti, eitrinu vegna bits. Er snákurinn ekki, eða er það bóndinn á alifuglabúinu? Hvor er hinn seki? Þannig að það væri mjög áhugaverð réttarhöld sem ég er alveg til í að taka fyrir. En þá þarf ég aðeins býtu, hvernig var þessi kæra sem kom? Það var eitthvað, hún var nú eitthvað stutt minni mig. Hérna hún kom inn í skilaboðum. En það er svo sem allt í lagi, af því að Víkingadómur vinnur ekki eins og Satúrnus dómarnir. Það er ekkert svona, þú veist, það var ekki notað rétt blek, það virkar ekkert á Víkingadóm, sko. Og þannig að í sjálfum sér er þetta að byrja, ég þarf að reynda bara að vinna bakvinna, sko. Ég þurft að vesenast aðeins. Og það er reyndar, ég skil svo sem fólk betur núna þurfandi að vinna vinnu, sko. Að það dregur rosalega úr manni, bara orku og vit. Já, nákvæmlega. Hundarnir sem notaðir eru á Indíánunum í Dakota eru þeir sekir. Þetta Dakota dæmi er reyndar falsku fáni, þetta er spuni. Þetta er pólitískt fyrirbæri.
Já, ég sé engin skilaboð hérna á Víkingadóm. Hvernig sem það er. En já, þannig að þetta er nú búið að vera heilmikill þáttur, held ég. Og þessar stofnanir hafa verið settar á fót. Það eru 3 stofnanir hér sem að heita Víkingadómur, Sveitin og Sjálfsveldisflokkurinn. Þetta eru stofnanir sem munu bara stækka og styrkjast með tímanum. Og hvað eru margir? Já, 58 eru komnir í Víkingadóm sem hafa lækað Víkingadóm. Já, hérna er innlegginn, já, bíddu nú. Ókei. En í sjálfu sér er þetta allt saman stofnsett. Þannig að þarf ekkert að gera neitt meira en það. Og ég sé ekki ástæðu til þess að skrá þessar stofnanir hjá glæpaveldinu, sko. Það er engin tenging þar á milli. Og það hefur enginn gert kröfu það til dæmis að ég skrái stjórnmálaflokk hjá Hells Angels. Af hverju ekki? Af hverju þarf ég ekki að skrá eitthvað hjá þeim? Eða Bandidos, þarf maður ekki að skrá eitthvað, þegar maður er með svona félag eða fyrirtæki, þarf maður ekki að skrá hjá þeim eitthvað? Ég geri enga greinarmun á þeim og valdstjórninni. Þetta er sams konar apparat, nákvæmlega sama eðlis. Það er ekki munur þar á. Þótt það sé búið að heilaþvo þig og þú sért undir mind control, þá er það hinn einfaldi raunveruleiki. Og við vitum það að Hells Angels og Bandidos og mafían og þetta er allt saman alþjóðleg fyrirbæri. Þeir vinna, þeir miðla þekkingu í sínum glæpastörfum, sko. Þannig að ég þarf ekkert að skrá neitt hjá einum eða neinum, sko. Það er bara, ef ég vil eiga eitthvað viðskipti við eitthvað svona apparat, þá get ég eflaust gert það, en ég sé enga ástæðu til þess. Eins og ég þurfti náttúrulega að skrá þarna bankareikning á Íslandi til þess að taka við miðaverðinu á þennan þátt og fleiri. Þannig að ég meina, stundum nota ég þjónustu Hansa kaupmanna. Eða hvaða kaupmenn eru að fokkast í okkur núna? Þetta sé nú mikið Ameríkana kaupmenn sem eru að vasast hér upp á Íslandi. Ég held að við ættum að senda þeim nokkur 100 ára, 200 ára leigureikning fyrir afnota landin okkar þarna fyrir vestan. Og erum við sem að fundum þetta fyrst, víkingarnir. Þannig að þeir eru eitthvað kjátt að fá þeir bara reikning. Og það þarf ekkert að gera hlutina flókna, sko. Og þess vegna hef ég svo mikla samúð með eins og þessu fólki sem er í þessum reiðu flokkum öllum, sko, flokki reiðinnar. Þeir skilja ekkert, virðist vera, hvaða ástand er í gangi. Flokkur reiðinnar. Þar sem að nautheimskir er alltaf að pirrast út á rauðum flöggum sem er verið að flagga framan í andlitið.
og alltaf þegar þeir rjúka í flaggi þá kemur bakið á þeim og alþjóða samfélagi klappar. Þetta var flott stunga hjá þeim maður. Þannig að ég er ekki einn af nautunum sko, nautheimskonum og ég er ekki einn af alifuglunum og ég er sovereign persóna, ég er sjálfsvalda persóna og já, þannig ég er nú það. Já, 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 já. Það bara rignir í Víkingasveitina. Þetta verður alvöru sko. En ítrekka það í 8. skipti, 7. skipti, 70 Þetta er ekki ofbeldisfyrirbæri, það er ekki. Þetta er sjálfsvarnar apparat. Og við byggjum, þessar stofnanir sem ég hef verið að setja á fót byggja náttúrulega á hefðum víkinga. Og til dæmis eitt sem að ég ætla að setja í stefnuskrá sjálfsveldisflokksins. Sko í sjálfum sér sé ég alveg fyrir mér að í þessum ferli þá getur verið að sjálfsveldisflokkurinn og honum verður þá beitt í slíkum verkefnum að hann þurfa að fara inn í hlutafélagið og yfirtaka það, þessi OHF-öll og hvað þetta heitir allt saman. Það getur vel verið að ég skrái þann flokk með listabókstaf og kennitölu og alla græjurnar hjá lígveldinu til þess að ná þessu hostile takeover á hlutafélaginu. Það er ekkert óeðlilegt að menn geri það. Að menn kaupa sig inn í félag og þeir eru komin með meirihluta og þá bara rúla þeir öllu þar. Þannig að þetta er ekki, ég er ekki svona pjúristi sko. Ég er alveg praktískur með það. Það er ef að sjálfsveldisflokkurinn nær hreinu meirihluta þá mun mikið breytast á Íslandi til dæmis. Ég myndi til dæmis byrjaði að breyta öllum leigusamningum lóðir í eign. Þannig ef þú ert átt hús í Grafarvoginum og ert með lóðaleigusamning við borgina þá mun ég breyta því í eignasamning að þú átt landið undir húsinu þínu og bara burt með alla þessa vitleysu sko. Og ég myndi byrja á því að setja saman stríðsskaðanefnd. Þetta er bara búið að vera styrjaldar ástand náttúrulega á Íslandi í 100 ár eða meira, eins langt og það getur rakið það. Til 1662 er búið að vera stríðsástand á Íslandi. Og þannig að það er fullt af fólki sem ég tel að eigi að fá stríðsskaðabætur. Þannig að ég mun sitja þeir sem að koma með þetta, ég myndi sitja stríðsskaða apparat í gang, stríðsskaðadóm eða hvað við viljum kalla það. Og þannig að það sem ég er að gera er að held ég mjög byltingakennt meira að segja í heiminum. Þess að flestir þessir alternative media eða truth media eða hvað þeir vilja kalla sig, þeir eru flestir, þeir sjá ekki einu sinni í gegnum blekkingu stjórnarskrárinnar sko. Og þá segir ég nú bara Guð hjálpi mér sko. Og og menn er alltaf að þusum þessa stjórnarskrá. En já. Hvað er eiminjadóm? Eiminjadóm, hvað er það?
að skora á okkur líka að hlusta á hann Guðjón Reynberg og minni ykkur á að senda honum afmælisgjöf. Mm. Hann var að verða hvað, 30 held ég eða eitthvað. Og hlusti á hann er mjög góðar pælingar hjá honum núna með ríkjandi ástand, að ríki er ástand, hugarástand þjóðar. Ef þið missið af honum þá er það að missa af rosalega miklu og ég bíð eftir vídeóunum hans sko og hann er snillingur sko, blessaður drengurinn. Þótt hann sé að verða hundgamall eins og ég, hann er að komast yfir á sama áratug og ég. Að hann já, hlustaði á hann Guðjón Reynberg og Gauja Ellis Rásumans líka á ensku. Og aumingja dóm, hvað er það? En já, einmitt. En ég ætla að biðja ykkur að hugsa alvarlega. Hvers vegna þið eruð ekki að styrkja þetta starfsmitt? Hvað er það? Ég meina, er að kaupa áskrift á Mogganum eða eitthvað, þú veist? Það er í raun að verða ákveðin samvisku spurning, sko. Að þetta apparat sem verður að ýta hér úr vör, sko. Ég meina, þú veist, hvað ætlar að gera, sko? Hvað stendur til að gera? Ætlar að fara niður á Austur og ætla að mótmæla eða hvað? Og já, það er sko það er alvarlega hugsunarvert ef þú ert ekki að leggja neitt í þetta sem er í gangi. Þið sjáið það sko það sem er að koma fram á Frelsi TV og það er líka náttúrulega þessi djúpkafanur okkar með Guðjóni. Það eru það eina sem er að breyta Íslandi. Þessi orðræða sem á sér stað hér. Það er bara þannig. Ég er ekkert uppblásinn að austan sko, eða norðan hana, norður. Það er bara þannig. Það er bara ákveðin staðreynd. Það er hér sem hlutirnir eru greindir og raunveruleikinn kemur upp á yfirborðið. Það gerist nákvæmlega hér á Frelsi TV. Allir með eitt sjónvarp út á gattinum að horfa á mig. Ég meina þess heldur, þú veist. Ég er alltaf sagt að 100.000 sinnum líka, þú veist, ef þetta er val að borða matinn sinn eða halda, eða þú veist, ég er ekki að tala um það, skilur. Ekki vera, óþarf að vera að bulla, sko. Að ég hef líka sagt það, sko, að ég vil ekki að þið séu að senda mér síðustu lífsbjörgin ykkar, sko, ég er ekki að tala um það. Alls ekki, sko. En þetta er spurning sem að ég vil að þið veltið aðeins fyrir ykkur. Já, það er nefnilega það. En þetta er búin að vera stór lævari.
og klukkan að verða 10 hérna hjá mér. Þetta er komin góðir 2 tímar. Það fer að slá í 2 tímana. Er ekki eins og ein bíómynd? Ég er þarna á musterisreglunni, það kemur bara einn áhorfandi, en það er náttúrulega fleiri 100 manns þar að hlusta á mig. Og hérna hersingarnar þeirra eru nú orðnar frekar þreyttar. Þeir eru hættar að böggast í mig meira að segja. Og hérna, þetta er allt saman einhvern veginn að leggjast á hliðina hjá okkur. Musterisplebbanum. Og ég er búinn að kalla ykkur út nokkuð oft. Ef þið ætlið að þráast við, þá berið þið einir ábyrgð á afleiðingunum. Það er margbúið að kalla ykkur út. Já, þetta eru nú ekki nein leynisamtök, Axel minn. Þetta er kristilegur félagsskapur. Leynilega félagsskapur. Ha, hvað sagðirðu? Já, þetta er kristilegur félagsskapur. Við erum svona kristin. Nei, það er leynilega félagskrá. Já. Eru þið með leynilega félagskrá? Já. Það eru margir með leynilega félag. En byrju, eru þið með leynilega félagskrá? Varstu ekki að segja þetta væri opinn félagsskapur? Jú. Akkur er félagsskráin á leynilega? Það er bara þannig. Já, þá er þetta ekki opið félag, þá er þetta leynifélag. Já, nei. Og veistu hvað Kristur þýðir? Nei, ég veit það nú ekki. Segðu mér, hvað þýðir Kristur? Byrju, varstu ekki að segja þetta væri kristilegt félag? Já. Veistu þá hvað Kristur þýðir? Nei, segðu þú mér það. Þú veist. Mér er alveg nákvæmlega, nú er stjórnarkreppa Bjarna mókað undir sig og sínum. Mér er nákvæmlega sama hver að runka hverjum í musterisreglunni. Það kemur mér bara ekkert við. Ég meina, þetta fólk eru morðingjar. Ómar Ragnarsson er bara vaðandi allan bæ og segja ég veit hver morðingin er. Það er Hilming. Hann er búinn að vaða út allan bæ og segja já, ég var nú að ljúga á þjóðinni hérna á RÚV. Ég bara laug. Já, byrju, það er glæpsamlegt. Í fangelsi með þig. Ég meina, svona vinnur musterisreglan. Þannig að hann er musteringur og fjölskyldan hans er öll náttúrulega í Brussel eða á Skrújú eða þetta eru musterisfjölskyldunar. Þú þarft ekki mikið gáfnafar til þess að átta þig á því. Já. En þið vitið af hverju föstudagurinn 13. er talinn vera óhappadagur. Það er af því að það er dagurinn þegar franska þjóðin fyrir 200, 300 eða 400 árum hreinsaði út musterisregluna hjá sér. Þá flúðu þeir frá Frakklandi til Skotlands. Og þannig að musterisplebbarnir þeir eru sennilega að lenda í þessu aftur. Og ég ítreka það aftur, ég styð ekki ofbeldi af neinu tagi. Þetta er náttúrulega bara hrunið af sjálfum sér. Musterisplebbar, sjáu það sjálfur. Ég meina, komið bara fram. Segið þið sannleikann. Hættið þessu. Eða allavega við hin, ætlum ekki bara að sitja og horfa á ykkur runka hvor öðrum, þá vil allt fer til helvíti, sko. Það er bara þannig.
Ég meina hér er verið að stofna víkingasveit og víkingadóm og sjálfsveldisflokk. Þannig að þannig er nú það. Og þið vitið að þið eru stórglæpamenn. Það liggur alveg í augum úti. Það er augljóst öllum. Glæpastarfsemi ykkar. Og núna eru já. Þannig er nú það. Og þið vitið það í sögu ykkar sem er leynileg, sem enginn má nálgast. Þá vitið þið hvað vopnin geta snúist fljótt í höndunum á okkur. Því miður þá eruð þið að ganga inn í þær aðstæður núna. Og ég ítreka þeir sem að fara í ofbeldisverk er í mínum huga sama plebbarnir og musteris plebbarnir. Ef að þú trúir því eina sekúndu að ofbeldið sé eitthvað laust, þá ertu fáviti. Algjör fáviti, sko. Farðu yfir ganni í lífinu þínu, allt ofbeldið sem þú beitir aðra. Hvort sem það er munnlegt eða andlegt eða ríkalegt, bara farðu yfir það. Hlusta á Stefán Mölljóð þegar hann talar um ofbeldi. Sérstaklega gegn börnum. Og farðu svo líka yfir það hvað þú varst beittur miklu ofbeldi sem barn. Þannig að það eru hérna bankareikningar fyrir neðan ef þið viljið senda mér skriljónir eða billjónir í þessu deyjandi koparkerfi. En takk fyrir komuna og þakka náttúrulega ykkur sem hafa verið trúfastir Frelsi TV frá upphafi og til langs tíma. Það er náttúrulega fólk með tökkur, alvöru fólk. Það er ákveðin hópur í kringum mig sem er alvöru víkingar og ég ber mikla virðingu fyrir þeim. En takk fyrir komuna og góða nótt.